Túnfiskvertíðin á Íslandsmiðum hófst í síðustu viku þegar línuskipið Jóhanna Gísladóttir GK kom til Grindavíkur með fyrstu 19 túnfiskana á vertíðinni. Skipið hefur leyfi til að veiða 32 tonna túnfiski á þessari vertíð sem gerir 170 fiska. Japanskir sjóasmenn fylgdu fyrstu fiskunum frá Grindavík og fiskmarkaðinn í Japan, en áður en fyrsta sendingi fór utan var boðið til kynningar á verkefninu í höfuðstöðvum Vísis í Grindavík, þar sem utanríkisráðherra og sendiherra Japans á Íslandi gæddu sér á sushi-réttum úr grindvískum túnfiski. Nú að byrja þremmingu fyrr en í fyrra. Það gekk mjög vel í fyrra, framar vonum. Við erum svolítið að prófa hvernig markaður og veiðar eru í ágústmánuði. Við viljum frekar nota þann tíma heldur en október ef við þurfum að velja milli þess. Og fyrsti túr gekk alveg þolanlega. Það var búm fyrst á fyrstu lögn og svo kom einn og svo fundum menn svæðin og erum komin í land með 19 fiska. Þannig að við erum bara alveg sæmilega bjartsýnir að áhöfn hafi náð góðum tökum á þessu og við notum reynsluna okkar frá því fyrra til að koma þessu á markaðinn í Japan. Hvað eru það að gera ráð fyrir að ná mörgum fiskum? Við erum með 32 tonna kvóta, það gæti orðið 170 fiskar. Við erum þetta einhverju svona keppni við makrílskipið með meðafla en við vorum stoppaðir í fyrra áður en við kvótamark var náð. Og kannski mál sem að mætti alveg endurskoða, en hvaðan það, við gerum ráð fyrir því að fiska núna einhver tæp 30 tonn sem gæti verið einhverju 160-70 fiskar. Hvernig fara þess að veiða fram? Þetta er bara flotlína og það eru lagðir svona 2-3.000 öðru hvorum með 2 skrókar. Látið liggja í 6-8 tíma og dregið. Þetta er alveg með sama hætti og botnlínan en hún er bara á floti og sá reyndar eini munurinn. Við höfum ekkert mikla reynslu af þessum veiðum? Nei, við gátum sótt í reynslu í Japana sem voru hérna fyrir 10-15 árum. Við vorum sendum mannum borð þá frá okkur. Eigum aðgengi að góðum upplýsingum, lögðum mikið undir og önduðum okkur og það kom í ljós í fyrra að við hittum naglann á höfuðið og bætum nú nýja reynsluna. Ég segi að það tæki svona 3-5 ára að svona ná góðum rytma upp á að velja rétta tíman og gera þetta allt sem er rétt. Voru ekki orðin ykkur vesinn með þennan íslenska túnfiskskvóta? Jú, það var alls konar uppákomur og allt upp í það að menn drógu spil það hver fekk að veiða. Og það kom hluti einhver sem átti engar græjur og ég held að hann verið svona svolítið eitthvað bakslagið því þá. Vestmannaeyingar reyndu þetta fyrir 15 ára, þá voru bara held ég óöfnir að það var engin túnfiskur á svæðinu. Þeir lögðu mikið undir og vönduðu sig og gerðu allt sem er rétt og við sóttum í þeirra reynslu þegar við byrjum. Núna er túnfiskur á svæðinu og okkur gengur bara nokkuð vel. Allavega hingað til að eiga við þetta. Hvar er túnfiskurinn að veiðast? Er hann eitthvað að elta makríl eða er hann eitthvað á svipuðum slóðum? Hann er ekkert endilega eltast við makríl, hann er kannski svipuðu umhverfi. Hann er sækir í svipað hitastig og það sem að við notum leitartæki bara sem er reikni líkan sem að finnur strauma, hitastig og átu og það er svona svipað með notað í hvalveiðunum. En fiskleitartæki önnur er ekki notuð, það er svona reiknað út líklegustu svæði. Hvernig er hann síðan verkaður hérna og hvaða leiðir fer hann til Japans? Hann fer bara, það sem við gerum núna er að senda helmingi til Japans og helming á hluta til á Ameríku og Evrópu og innanlands og könnum alla markaði. Hérna í septembermánuði eru beinflug á Japan og þá er miklu auðveldara að eiga við það, en annars er þetta bara millilent í einhverstaðar í Evrópu og hérna talsveit fyrir því haft að koma á þangað. Hann er bara kældur fyrir flutning? Já, hann er kældur strax hann kemur borð. Þá er hann sett, þetta byggir á því að blóðga hann rétt og skera hann rétt og hérna ná blóðun úr honum, kæla hann rétt niður, halda honum réttu hitastigi, pakka honum, passa útlitið á honum. Við erum með Japana með okkur borð og í framleiðslunni, þannig að það er svona þekking sem við erum að ná okkur í og þetta er svona gengið, svo er hann settur í líkkistu og þeir útföruna og þannig að það er svona ákveðin spenna og ákveðin kraftur í þessu. Og þetta er gríðarlega verðmætur fiskur og það er miklu kostað til að koma honum út? Já, við erum að horfa á að koma honum öllum ferskum á súsistæði. Það er eini markaðurinn sem getur staðið í strauma þessu kostnaði sem er lagt í þetta.
að koma þessu á sushi-markaði og þá aðallega í Japan. Og uppistaðan þarf að komast þangað og eitt af þessu sem við erum að reyna núna, hversu gamall má hann vera til þess að standast á kröfur og hvernig þarf þá að ganga hann til þess að veiðar verði svona þokkalega arðbærar. Þær eru í dag svona góð viðbótið 1 línubát í 1 mánuð og vonandi ná að eitthvað að bæta við það. Og hvað að fara að gera hérna í dag hjá Vísi með túnfiskinn? Nú þetta var fyrsta löndun og nú erum við svona efna til kynningar á þessu. Hérna verður sendiherrann og utanríkisráðherra kynna fyrir þeim hvernig þetta fer fram og japansk sjónvarpsstöð sem fylgir honum alla leið til Japans á markaðina og allt þetta gert til þess að fylgja því eftir að í fyrra fékk hann mjög góða dóma og vakti athygli og við erum svona að fylgja því eftir í þessu hefðbundna markaðsstarfi að menn viti það að það er ekki bara nóg við vitum að þessi góð fiskur og þeir sem ætla að kaupa hann verða að vita það líka og það er markmið okkar í dag.